Við erum hérna í dag að taka upp jólaauglýsingu fyrir Icelandair og ég leik Atla. Hann finnur bara einhvern jólakött í einhverjum útigöngum og hann vill að hann kemur með sér heim og við erum bara bestu vinir hans. Fullorðna fólki í sögunni sér þennan karakter alltaf sem litla dúkku en barnið sér hann sem þennan stóra vin sinn og þarna verður til eitthvað vinátta. Og það svona svolítið þráðurinn í auglýsingunni. Hann strákurinn í rauninni að sjá til þess að jólakötturinn fara ekki jólaköttin af því að hann náttúrulega allur skítugur og hann að reyna svona að gera hann að betri ketti og hjálpar honum á jólunum og mér finnst það vera svona boðskapurinn, bara við erum næs og við erum góð í hvert annað. Sko, það kom margoft upp hvort að við ættum að vera með karakter sem borðaði börn. Kannski ekki fyrsta val, þú ert að búa til auglýsingu, en okkur langaði að fara aðra leið núna í framleiðslu á þessari auglýsingu heldur en við gert áður. Það var alveg smá dans svona að bera virðingu fyrir hver jólakötturinn að ekki hvítþvo hann. Ég var mjög feginn því ég heyrði bæði ykkur og Icelandair tala að hann verður að fá að vera hættulegur líka og þá var ég bara ok, yes, þá erum við að gera eitthvað rétt. Hello. This is just food for children. Það kannski hvergi jafn mikið og í þessum karakter sem samtvinnar þessa hugmynd einhvers konar gamlan hrylling og einhverja jólarómantík og það svolítið í jólakettinu. En ég held svona kannski bara, út frá kvikmyndagerðinni hafi fyrsta áskorunin verið að hvernig á hann að líta út og hvernig á hann að vera og að þetta gervi sem myndin stendur og fellur með. Alveg í byrjun á ferlunni þegar búið ákvæðið Bjössi þá skönnuðum við hann, 3D-skönnuðum við hann og sendum til Danmörkur þar sem að félagi minn Tómas skúlpterar upp hvernig við vildum hafa hann. Mér finnst líka gaman að finna lagið á honum út frá dúkkunni og hversu mannlegur og hversu mikið dúkka og hversu mikið köttur. Mér finnst það það var krefjandi, mjög skemmtilegt Æ, krakkar. Á setti á mótnana áður við fórum í tökur að þá tók það okkur 2,5 tíma að koma honum í gervi og þetta náttúrulega sem við límum framan í hann silikónstykki 2 stykki. Það hárnákvæm tækni við það að það sitji vel og sitji rétt og að því að hluti hans húð og hluti silikón og það þarf einhvern veginn að renna saman. Og svo þegar við erum búin að líma þetta á að þá eru linsur og tennur og hetta með þessum pelskraga. Og ég var sjálfur ekki búinn að átta mig á hann auðvitað í lokuðum pels og var náttúrulega bara gjörsamlega stikna bara eftir svona 4 mínútur í pelsinum. Við vorum bara þarna með alls konar aðferðir til að reyna að kæra hann niður og hann satt mikið úti. So what do you say, kid? Merry Christmas. Sjá ekki hvað líkir. Já, við erum ekki bara líkir í gerfi, Ég litli bróðir hans, og ég að gera alls konar svona hættulega hluti, ef svo má orðið komast. Ég eiginlega stönd doggbolinn fyrir jólaköttinn, Akkurat, þetta svona pakki. Jólakötturinn góður fulltrúi Íslands á erlendum mörkuðum? Ég myndi segja já. Og ég held við sjáum það nú kannski svona líka í aukaefni sem fylgir auglýsingunni. Já, það var gaman að búa til aukaefni þar sem við máttum kannski aðeins leika okkur meira og taka svolítið þá nálgun að jólasveinarnir hafa kannski fengið verið meira í sviðsljósi en hann og hann svona kannski svolítið bara búið ít honum til hliðar. Það var svona þetta að kryfja sálfræðina meira í honum. Já, algjörlega. And today I will be tasting traditional Icelandic Christmas food. Hann náttúrulega, jólakötturinn prímadonna og hann svona prímadonna sem hefur ekki fengið að skína. Hann náttúrulega alltaf verið í skugganum af jólasveinunum sem hafa verið í aðalhlutverki og okkur fannst kannski bara góðum tíma að hann fengið að skína pínlítið. Og jólakött. Ladies and gentlemen, Stray Cat.
Where is the boy with my latte? Og þetta allt að detta af. Tilbúið? I ate a baby. Gleðileg jól!